heiti Magnea og formaður Ristifélagsins eins og Jón sagði. Félagið nú ungt að árum, var stofnað 30. júní 2009 og þá mættu 90 manns á fundin. En það hafi ekki eins margi verið duglegir að mæta á fundi fram að þessu, en með dyggustuðning Stómafélagsins að þá ég hrædd að Ristilfélagið verði bara sterk stoð innan Krabbameinsfélagsins og jafnvel verðum við meira starfandi saman, Stómafélagið og Ristilfélagið. Verðum bara svona sískin, alvöru sískin. En félagið var á sínu tíma stofnað til að stuðla að fræðslu, starfsemi og miðlun upplýsinga til sjúklinga og annar aðstandenda. Efla samstarfi heilbrigðisstarfsfólk og stofnanir og sérstaklega að reyna að kynna ráðherra þessar áherslur að gera skimun að veruleika. En í þessu þjóðfélagi sem alltaf skipta ráðherra, þá fara þessar kynningar oft ofan í skúffu. En við höldum leiðinni samt áfram og reynum að elta þessa ráðherra uppi. En ein mesta forvörn sem að ég held að væri kannski og fræðandi væri að allir hefðu það markmið að gefa sér og sínum í 50 afmælisgjöf ristispeglun. Staðan fyrir konjaksflöskuna að gefa bara spjald upp á speglun. Og hún á ábyggilega eftir að verða til góðs. Ég hef svo sem ekkert meira að segja en að bara halda þessari baráttu áfram og þjappa okkur saman að þetta verði að veruleika skimunin. Takk fyrir.